Birta, til hamingju með daginn. Ekki skjóta mig. Yippee hey. Woohoo. Nei, veitu, vá, hvað ég átt erfitt með þetta. Já. Ég vön, sko. Þú ert vön, sko. Já. Já. Það gekk eitthvað. Brúsulega. Já. Já. En við erum að skála hérna í sparkling tea. Sparkling tea með 0% alcohol, of course. Andjór því nýður. Bara... Nei. Já, ég djóka. Við tökum þessu. Þakka þér fyrir. Þetta bara geggjað. Þetta ekki auðvitað. Þetta verður ekki betra óáfengt eitthvað, skilur. Þetta besta óáfenga. Já, 100%. Þú veist, þegar maður er á þannig stað í lífinu, maður má ekki drekka áfengt. Já, eða bara langar ekki. Já, eða langar ekki. Já. Að þá er ekkert betra að heyriði búblurnar. Og þetta er ekki gett gyrnileg hljóð. Er þetta sama og við smakkaðum síðast? Nei, þetta er annað bragð. Ok, nice. Þetta er mjög gott. Ok, nam. Þetta er miklu svona sætara. Já, þetta er bleikta litin, þetta er núna svona alveg svo bara kampaðinn. Þetta er alveg svo kampaðinn litin. Já, smá meiri svona fróða. Já, meiri búblur. Já. Eða bara svona skemmtilega búblur. Cute. I like that. Já, svona ekki ammali í dag. Nei, þetta er smá. Já, ammali á morgun. Já. En auðvitað verðum við að fagna í teboðinu. Það ekki? Jú. Skrítið að því að við gefum alltaf út þátt á svona stórdögum. Aðfangadagur, gamlastagur. Fyrsta skipti sem við, já. Sem við lendum ekki á stórdegi á ammalinu mínu. Þetta er ekki heldur mínu. Ég var að fara að tjekka, ekki? Ég var að tjekka. Já, maður laugardegi. Oh my god. Þannig við tökum þinn þá á 50-deginum. Eða 30-deginum eftir á. Nei, 50-deginum. Kannski gætum við tekið hann eftir á að því að, þú veist, kannski verður allt búið og við ætlum að halda hella partí. Ég getur talað hvað gerum partíinu. True. Ég ætla með þema sem ég ætla ekki að segja. Í alveg ætla með þema? Já, ég elska þema. Ok, ég var að kaupa með buxur sem ég mæli ekki með. Heyrið þetta? Ok, ég ætla ekki að gera þessa stæðin. Nei, sko líka hljóðmaðurinn okkar var bara eitthvað svona, viltu sér mæk fyrir buxurnar? Ég var bara, já. Þannig að ef þið heyri ekki skrýnljóð þá er þetta buxum mínar, I promise you. Promise you. Nei, sko, þegar ég var að lappa líka húsið, Bensi var bara, hvað? Ég var bara, bara eins og Squidward, sko, þetta var hrikalegt. En þú samt gerðir eitthvað áðan til þess að minnka hljóðið, varst ekki að segja það? Ég tók tusku og nuttaði blautu vatni á þær. Og virkar það? Þannig, sko, ég held að þú getur ekki ímyndað hljóðið sem var áðan. Þetta er mun skjára, ég get ekki farið svona upp yfir. Það mun allir vera bara, hver er komin? En eru svo dókslega flottar? Já, það er það. Þetta er svona pleður, svona... Þetta er vínilbuxur. Já, vínil, já. Ég þarf að finna eitthvað tricks, Já, ef þið vitið eitthvað tricks, sendu okkur. Já, ég veist, einum dættur hug svona rosa, setja svona baby powder eða eitthvað. Já, true. Það var tókla ljótar. En það virkaði að setja vatn, það er bara að gera aftur. Já, mástu ég keypti mér svona beige-litar vínilbuxur saman þegar við fórum eitthvað að shoppa þarna, það er svolítið síðan við fórum að shoppa saman. Voru það ekki bara svona pleðubuxur? Jú, voru það ekki bara pleður? Jú, aldrei prófaður. Nei. Að því að bara pældu, við fórum og keyptum og næsta dag komst ég ekki í þær. Já. Það var bara eitthvað, kúlan er ekki að koma strax eitthvað. Svo bara, bam, svo komst, þú komst mér næsta dag. Já. Og varstu ekki, allar ekki að pröfa nýja buxurnar? Ég kemst ekki þar. Akkur skilar þeim ekki? Ég veit það ekki. Herri, þú áttar allavega. Já, halló. Átó. Hvað er að þér? Grís. Einn daginn. Ég myndi vera að hafa eitthvað að hlakka til. Nákvæmlega. Jesus. En já, þú veist, maður á afmæli á morgun. Ég afmæli 3. mars. Þú fékkst afmælisgjöf frá Lega Spa daginn. Ég fekk afmælisgjöf. Þú fékkst fullt af nýjum verum með áfyllingum. Ég fekk, og það var svo gaman. Já. Og líka loksins bara nýr, ferskur. Þú veist, að eiga heilt ylvatsglas. Það er eiginlega ekkert betra. No joke. Þú veist, að það er ekki stressið þegar maður er alveg að búinn. Já, og maður spara. Já, og maður er bara svo spara. En núna getur ég bara bara geðið mikið. Verður vel lyktandi núna á morgun á afmælisdaginn. Truly. En en ef einhver að leita af afmælisgjöf handa einhverjum, þá er organicskincare.is eða bara Lega Spa. Já, ekki að líka kaupa svona gjafabrið meðferðir og eitthvað hjá þeim. Já, líka það. Það gleymist alltaf hjá okkur. Það gleymist. Það er bara, það er svo kósi að fara á það. Svo gott að fara í eitthvað svona trý. En það grínast, það er ekkert betra. I love it, sko. Líka, þú veist, fyrir alla þær sem eru, þú veist,
my fellow partners í að vera óléttar og sem alveg þó nokkra sem ég þekki sjálf. Já. Fyrst það ekki? Já, að þá meðgöngu. Meðgöngudekkurs, já. Það er geðveikt. Þannig að ég myndi tjekka á því. Ég var að hugsa í gær, meðgöngudekkur. Ég var bara, hvernig er það? Nei, var það morgun? Já, hvernig er það? Er gat fyrir bumbuna? Sko, ég veit það ekki. Ég var svona þá að hugsa og þá sagði vinkonum mín, já, ég held sér gat. Ég er þá ekki bumba bara svona tegjast út í mig? Var það ekki bara svona spatni sig að detta úr því? Ég var bara, þetta er eiginlega skrýtin tilfinning, en það er eiginlega ekki mikið stuðningur. Já, pottet. En þú þarft að fara í þetta til þess að segja mig hvernig þetta er, af því að ég skal gera það, já. 100%. Þannig að ef þú ert að hlusta þú átt vinkonu eða mömmu eða systur eða eitthvað sem er ólétt þá er þetta fullkomin afmælisgjöf. Ég geðveikt. Vá. Bara allt saman, bara... Já. Tækifærisgjöf, afmælisgjöf. Alltaf gott að trýta alla konur kringu sig og svona. Já, bara alla. Allir eiga trýt skilið. Já, sammála. Og svo er það náttúrulega ís på huppu. Hver vil ekki ís á afmælisdaginn sinn? Og við erum bara ísdeit á morgun, sko. Já, og líka tepásref. Já, ég segi það. Það er bara eitthvað annað sem kemur til greina. Það er bara tepás afmælisrefur, sko. Það er bara svoleiðis. Það var svona kerti, svona springlín og... Svo sá ég líka ís på huppu og að sæta syndir. Já, þau voru að gefa köku. Já, þau voru að gefa köku. Ok, nei, við þurfum að fá okkur hana. Að það ekki? Jú, köpum fyrir afmælisköp. Ok, takk. En sæta syndir gerði einmitt kökuna fyrir baby shower mitt sem að þið komið með til stelpunar. Já. Það var ruglukaka. Hún var bara ángríns flottasta kaka sem ég sé að ævinu minni. Nei, líka sko, manstu hvað ég var að skera hana og ég var bara eitthvað svona... Nei, og ég segja hvað gerðist við mig. Ég var svo langa neglur, að ég var búin með neglur í 5-6 vikur. Þegar ég var að skera kökuna, ég braut negl. Bara að litla putunögla, því ég var að þrýsta svo mikið, því að... Hún er svo thick og juicy. En við vorum líka með brauðhníf, sko. Já, það er líka verið, sko. Hún vorum ekki með besta Nei, hún vorum ekki með kökuníf. Nei. En, oh my god, það var svona Oreo-fylling líka. Já. Veistu, fólk veit það núna eins og þeir sem að smakka á tepásrefina, við höfum ekki Oreo, sko. Nei, sko, bara alltaf að minni gráða að ef þið hafi ekki smakkað tepásrefin hjá Ísbúðupu, get out and do it. Líka ætla bara að segja, þessi baby shower kaka var hún svo ógeðslega vegleg og hún svo stór og mikil að svo baby shower búið og ég var bara, oh my god, hvað ég gera með þessa köku? Svo fekk ég bara næsta dag og svo daginn eftir það, þá var ég eitthvað svona að fara í matabóð til Arons og Hildar og ég fór með kökuna með og Aron, ég aldrei sé mannskins ána Aron var bara, yes thank god I get some cake en hún var ógeðslega góð hún styrla góð, sko þannig að hann fekk að klára hana já, ok, það er gott að hún var kláruð já, svo sannarlega ég ætla að gera minn part og reyndi já, ég reyndi líka stundum þarf bara aðeins fleiri til já en ok 25 ára 25? Sunna, þetta er árið sem við verðum 25 ára. Hey, don't drag me into this, nei, sko. Nei, og ég segir hvað margir dagar í það. Ég á 4 mánuði ólifað, sko. Þú átt 157 daga. Ólifað. Ólifað? Þú átt 157 daga í það að þú verður 25 ára. Akkur þú eðilega... Nei, vá, mér er svo langt í það. 157 dagar. Það er 365 dagar í heila ári. Þetta er minna en 200. Já. Sem er minna en ár. Það? Já. Mér finnst það mjög stuð. 157 dagar. Nei, mér finnst það sko, vá, mér finnst, ég bara... Eru 157 dagar á milli okkar? Já, ég tjekkaði. Það er stokkið þá í dag er 158. Já. Af því það er annar massa, skilur. Það er aðskara. Breytir öllu. En ég tjekkaði bara svona, how much older am I than my friend? Og það var til svona 8 different calculator. Já. Og þá sett ég afmælisdaginn þinn og afmælisdaginn minn og ég er 157 dögum eldri. Oh my god, you poor so thing. Old. You poor thing. Ég fættist á sunnudegi. Veistu hvað dag þú fættist á? Nei. Miðvikudegi. Aha. Ég fíla miðvikudaga. Er það? Já. Ég fíla sunnudaga. Já. Ég hef alltaf elskað miðvikudaga for bara a reason I don't know, sko. En það er greinlega ástæðan. Miðvikudagur. Skrítið myndir ekki velja miðvikudag til þess að gefa út þættina þá. Ég reyndi, mástu. Hvað það? Ég vildi mánudag og miðvikudag. Þú varst ekki sammála. Okkur var ég ekki sammála. Og það voru... Ég vil ekki að segja. Ok. Never mind. Nei, ok, en það er samt
basically er það búið að vera góður kostur hingað til að því alltaf lenda svo skemmtilegum dögum. Einu sem ég pælti, ég væri betra að vera mánudag og fimmtudag. Meira bil á milli. Kubi. Það var svona, að því að það fá allir allt í æð. Og svo þurfa að bíða svo lengi. Við fáum alltaf bara, það 5 dagar næsta þátt, í staðan fyrir að vera 4 dagar. Það er rétt. En fólk má láta okkur vita. Þetta er eitthvað sem má alltaf breyta til. Við getum alltaf breytt. Já. Þurfum að gera poll á Instagram. Aðtöga stemmaran. En líka svolítið styrlað. Veistu hvað? Hvað? Nú get ég formulega sagt í næsta mánuði eignast ég barn. Oh my god. Veistu það ekki stygt? Það gæti verið samt bara eftir 2 vikur. Það gæti verið í þessu mánuði. Já. Eða þú veist, það gæti verið núna, það gæti verið á morgun. Ángríns. Ándjóks. En bara, minnst þú styrla geta sagt þetta, því ég er alltaf bara svona, það er 3 ári í þetta. Ángríns, þetta er búið að vera svo löng meðganga, sko. Ég finnst það ekki? Jú. Takk. Þú er svo sammála á mér. Já. Fyrst engum það? Nei, allir bara, hvað meinar tími flýgur? Ég er bara svona, hvað tími þú á? Shut the fuck up. Bara nei. Þú veist, við erum búin að með þetta podcast bara forever og þú ert búin að ólega allan tíman. Ándjóks. Það var ekki fyrir enn í 8. þátti sem við sögum öllum frá því, en ég var svona óleitt allan tíman. Og lengur en það. Þú veist búin að vera á þess að vita aðskilur og allt það. Meira bulli. Áður og sagði mér og... nú ekki langur tími. Það er bara, nei, það er ekki gengið. En já, styrla geta sagt. En ég var einmitt eitthvað... Þetta er gott. Ég veit, þetta er ógeðslega gott. Ég var drykkur nokkar... Já. Ég er búin að tjökk leið og gefa mér glas með fæti, sko. Já, þá klárast það. Já. Það er svo sé botlaust. Já, það er svona eins og sé gat á því eða eitthvað. Þetta er ógeðslega gott samt, sko. Já, þetta er styrla. Já, ég var að mati á pappa og konan hans var að spyrja svona, já, þú veist, hvaða dagar eftir þetta sett og eitthvað, greinlega eitthvað gleymin og gleyma því og ég eitthvað, já, búin að 15. og ég sagði, en þú veist, hún geti alltaf komið fyrir eða setna, maður veit aldrei og pappi bara, hún kemur ekki 3. mars og ég eitthvað, og reyði minn ok, reyði og ég eitthvað, þú veist ekki það en þá sagði hann, ef hún kemur 3. mars þá ferða hann alltaf bara í heimsfréttinar. Ángríns. Því að, kannski, ég veit ekki hvort ég hef sagt þetta, en ég og mamma eigum náttúrulega afmæli sama dag. Já. Þannig að pældi ef hún kæmi á morgun. Ángríns. Þá erum við 3. Oh my god, það væri geðveikt. Það væri sturlað. Og varir komin, skilur við nógu langt núna? Það var svona, þú veist, væri það... Tæknilega sé væri það ekki gott. Nei, aðeins nefnt. Já. Það er sagt að það gefi eitthvað svona, það er lægjum komið, eða þú veist, ekki hún bara börn yfir höfuð 2 vikum fyrir, þú veist, þá er það ennþá talið samt, þannig sé fullgengir, ég held að 38 vikur tala fullgengir meðganga. Já. Þannig að ef hún er að koma, þú veist, ef hún er að koma núna þá er eiginlega, já. Það er svo snemmt. 2 vikum of snemmt fyrir þess að, ef við þess að 38 vikur. Þannig að það var ekki, við viljum það ekki. Nei, lefum hana þess að hvíla lengur. Já, líka bara eiga sér afmælisdag. Já. Hún má það alveg. Þú vilt ekki að hún deili, ég held að henni myndi alveg finnast alltaf læg, en þú myndir ekki vilja það. Nei, mér fannst alveg leiðilegt með mömmu, sko. Já. Það var svona, hvað vingunar hennar að koma kökubúð og eitthvað. Já, en þú mamma er svo ólíkar, ég held að mömmuðinni sé bara alveg sama, henni finnst það geggjað, en þér, þú vilt þennan dag fyrir þig. Já, pínusoleis, sko. Pínusoleis. Þú ert samt meira afmælisbarn en ég, sko. Að það? Já, þú ert alveg algjörst afmælisbarn. Finnst þið það? Já. Finnst það ekki? Nei. Ég hef aldrei eitthvað gert eitthvað mikið afmælinu mínu. Nei, en þú ert bara svo mikið afmælisbarn. Ég bara elska að halda partí og, eða ég get að gera það aldrei. Nei. Ég veit ekki, mér finnst það bara eitthvað svona. Mér finnst bara gaman að dekoraða mig. Já. I love being the center of attention. Who doesn't? En ég hef alltaf átt afmæli á svo ógeðslega leiðilegum tíma, þannig ég get aldrei gert neitt. Reyndar. Þannig ég er svona eðilegt afmælisbarn inni mér, en ég ætla að vekja það aftur upp. Ég ætla bara að vera bara, mér er alveg sama þú þessir þunni eftir þjóðatíð, þú ert bara fucking höll í þig. Þú veist sko, sem nú afmæli 7. ágúst og það hefur alveg gerst að það sé fyrsta helgin í ágúst og seinasta, fyrsta helgin í ágúst og þá er þjóðatíð. Já. Það er þrotað, sko. Eða þú veist, þú er líka alveg lent á, ég man alveg, þú er lent á 3. miðvikudag eftir þjóðatíð. Nei, sko. Og það hefur verið bara svona, ok, við bara djömmum yfir eitthvað þjóðatíð og svo erum við bara svona, já, svo sunnudag 3. Nei, ég átti afmæli á mánudegi líka. Einmitt. Ég átti afmæli á sunnudegi
og svo mánudegi, svo þriðjudegi, svo miðvikudegi og svo skipaði það. Ef kom hlaupa ára eitthvað og þá kom föstudagur í fyrra og svo núna laugardagur. Já, var það föstudegi fyrra? Eða var það laugardegi líka? Man það ekki, ég ætla að tjekka. Af því að, já, þú helst náttúrulega útskrift, jú, þú helst útskriftin á fimmtudegi. Deginn Alveg fyrir, rétt, og þú á, en við heldum ammálið þetta á laugardeginum, var það ekki? Föstudegi. Á föstudeginum. Shit, svo á sunnudeginum fatta ég sjálflegt. Þetta var stór vika í mínu lífi. Á gríns. Vá. Útskrift, ammali mitt Já. og barn. Ég auðvitað vitum hvað við getum prioritasa þetta. Ammaliðsunu við. It's number one. Já, hitti bara jaft. En hérna, já, shit, 25 ára. En ég mani mitt svo ógeðslega vel eftir þessum degi í fyrra. Ef ég get svona borið þetta saman. Þá... Já, þú varst með geggjan afmælsdag í fyrra. Já. Mér varst það. Ég var bara IQ-t eitthvað. Ég sérst bara vaknaði í Boston af því að hún ætla bara heima þar og það, hérna, COVID var ekkert eitthvað að byrja þannig sé, sko. Nei. Og ég vaknaði og Það var svona rétt að skella á. Já, þú veist, Bandaríkin voru líka svolítið lengi að bregðast við og svo bregðast við þá var bara lockdown. Þú veist, þau voru ekkert eitthvað svona, þetta voru bara, nei, þetta er í Kína og svo bara bam. Já, Þú veist, það var alveg pínu þannig. Þannig að var ekkert, þú veist, nei, það var eiginlega ekkert, það var umræða en engar ráðstafanir. Og ég vakna við það að Hanna, sem var svona besta vingur minn úti, og Kevin, kærastinn hennar, komu bankandi upp á hjá mér og þau voru með Kim og Kanye grímu og sungu Happy Birthday. Ok, það er þetta geggja. Það var ógeðslega krútlegt og þau voru með bara pakka handa mér frá sér og pakkana frá Gunna. Þannig að hann var búin að senda afmælisgjöfina mína til Hönnu sem var gegn krútlegt. Og hérna, hann sem sagt, það sem Gunni gaf mér, veist, ég er ekkert eitthvað gjöfin er, ok, það sem ég fannst merkilegast við gjöfina frá Gunna var að hann eyddi 2-3 tímum á YouTube og horfa á review til þess að fatta hvað hann átti að kaupa. Já, hann gaf þér hana svona murder mystery, eða ekki? Nei, ég keypti það sjálf. Ok. En hann gaf mér sett frá Kylie Skin. Já, og þú veist, það var alveg cute, Já. en það sem var mest cute við þetta var hann eitthvað, já, svo horfði ég á Jeffree Star myndbandið og hann var ekkert að hæla þessu gett vel, þannig ég var eitthvað, á ég að kaupa þetta, á ég ekki. Það var svo krútlisti parturinn við afmælisgjöfina. Já, ekki sammála, jú, the effort. Já, the effort. Hann er reyna, kannur ekkert á skincare, er reyna Já. að kynna sér þetta. Sá að Jeffree Star var ekki peppið og hann eitthvað, ég trúa honum. Birta, hvað finnst þér Jeffree Star? En hérna, síðan komu herbergisfélagarnir mínir inn í herbergi og þeir voru með köku og blöðrur og gjafir. Og svo basically eftir það byrjuðum við að drekka mimosa. Hættum ekki allan daginn, fórum að geða eitthvað og svona bara bandaríska breakfaststað. Svo var bara pancakes og shit. Nice. Og vorum í eitthvað svona mimosa smakki, þannig við fengum svona helling af alls konar gerðum að mimosa. Basically drakk mimosa allan daginn. Svo löpum við heim, stoppum í vínbúinu og keyptum meira fyrir meira mimosa. Mimosa eftir þinni smá siðilegt. Á, það er svona fórum heim og þurftum öll að mæta í tíma. Já, ok. En á Zoom. Já. Þannig að, þetta var að byrja á Zoom, já. What? Það minnum að það var byrjað mitt. Það var byrjað. Þannig við fórum öll á Zoom og erum bara eitthvað svona blindfull bara. Já, þú veist, maður var ekki orðin blindfull, maður var alveg svona hress bara. Tipsy bara. Maður bara með sig á mute og reglutun úti og þarft alltaf með kveikt myndalinni. En það leit náttúrulega bara út eins og verðum að drekka juiceglass. Já, og svo mikið juice. Easy on the juice, Birta. I'm very thirsty. En hérna... Allir með juice. Ok, not suspicious at all. En hérna, nei. Og svo fórum við út að borða. Kvöldið. Þú postar gorgeous myndar. Thank you. Vildi geta tekið eftir svona gorgeous mynd. Þú getur að víst bara. Já, en þú veist, ég kemist ekki hennar kjól, ég get sagt það. Nei, en þú ert með gorgeous bumbu með á 25 ára afmælisdaginn, það er cute, minning. Cute. So cute. En hérna fórum út að borða og svo, þetta var bara geggjað, þú veist, geggjað dagur. Chillaður en, þú veist, geggjaður. Ok. Ekkert, hvað? Eða, fegst þú svona kórónu þá? Ekki. Nei, ég held ekki. Nei, það ætla ég að toppa annan dag. Heyrðu. Sjá hvað hún er fín. Ok, svo nú var að koma svona tiara. Nei, sko, það var til fullt af svona
kórunum svona plasti svona eins og Happy New Year kórunur og ég Já. var bara, nei, ég ætla bara að eða vandræðilega miklum peningi í svona kórunur. Og við ætla að laga mér hárið. It's so pretty! Ég opnaði bara fótobúð í tölunum minni. Nei, sko, það er ekki ammali nema þessi kóruna. Ok, geggjaði punktur. Þú ert líka svo mikið að leggja línuna hvað ég gera þín ammali, sko. I love it. Ég er ekki að hugsa út í það. Nei, en ég bara segja. Já. Ég elska við sem að búi til óskrifaða reglur. Hvað hún er sæt. Það ekki? Jú, hún passar á það. Ég veit ekki hvort þið batnaði ekki. Óh. Það er bara fullkomið. Jú, you're perfect. Næst þegar við verum... Ég þarf líka að vera með hann allan daginn á morgun. Já. Þú. Ég ætla að vera meira sparkling te. Já, þú mátt fylla á mitt líka. Vá, fyrir alla þá sem að... Bá, hvað ég mæli með sparkling te. Óáfengt, já, það er grínast. Já, hann að það var... En ég Heyrðu, tissue á borðinu kemur fyrsta skipti til notkun. Að notum. Það mætti halda að væri áfengi í þessu. Hvernig væri ef það væri áfengi í þessu? Ég veit það ekki. Ég held að það var ekki góð hugmynd, sko. Hún var að sulla smá. En hérna... ég ætla að segja hvað gett merkilegt. Æ, sorry. Nei, allir hvað. Ég var ekki að reyna þetta. Glemma. Ég man það ekki. Jú, bara, þú veist, já, ég ámæla morgun. Vorum við náði. Heyrðu, allir að fucking búa til góðar ammælskveði, sko. Djóks. Nei, hérna... ég tjekkaði hver ammæli sama dag og ég. Heyrðu, ok. Ég ætlaði að gera... Er það? Já. Ætlaður að gera það? Ég ætlaði bara að sitja að opna síðan núna. Já, ok. En þú ert með hann að opna. Já. Þú getur bara að gera það. Ég mun að opna. En ég ætlaði samt að segja að þið vorum að tala um daginn minn í fyrra. Ég man, daginn minn í fyrra var frekar merkilega fyrir mér því ég var 24 ára. Já. Augljóslega, við 25 núna. En mamma mín eignaðist mig 24. Já. Ég man þú skrifaði það í kapsunni þetta og eitthvað. Þannig að ég hef alltaf verið að pæla í þessum degi, þú veist. Þegar mamma mín eignaðist mig, þá var hún Já, bara ammælstæði sinn bara. Já, Hæ. það var hún eignast barn númer 2 á ammælstæðin sinn. Og hvernig Já, ég... það var númer 2. Já. Og hvernig ég mínum 24 ára degi? Bara dröngum mimosa. Þannig mér fannst ég var búin að býja ekki spennt eftir þessu. Já. En hvað mig hefði aldrei grunað að ári seinna Nei. Því ólétt. Ekki þegar þú skrifar þetta væri bara, já, it's a long time for you, my sis. Jokes. Sturla hvað bara lífið getur einhvern veginn breyst svo ógsta fljótt. En já, ammælis, tvíburarnir þínir. Fyrir utan mömmu. Fyrir utan mömmu náttúrulega, hún er nummer 1. En þá er það Jessica Biel. Já. Hún er ammælis tvíburi minn. Og Camila Cabello. Camila Cabello. Já. Havana Nana. Þessi. Og líka, er það ekki kærastan Shawn Mendes? Jú, það er líka hún. Það er líka hún. Desi Perkins, YouTube-stjörnum. Er það? Hún ammæli samt ég? Vó, geðvikt. Er það ekki ná famousbirthdays.com með það? Nei, ég er náttúrulega Cleveland. Nei, farin að famous, það er ekki síða, sko. Ok. Ég ætlaði bara að opna hana, mjög skipulega síða. Ég er að sjá hvort ég þekki fleiri Jessica Biel, varstu búin að segja það? Já, ég var. Það er eitthvað mjög skrítnir en skrítið fólki hérna. YouTube-star, YouTube-star. Ég sutt á tölvunum mín. Ég þekki ég lengan hérna. Nei, veistu það. Ég þekki engan annan. Nei, veistu það, ég held að sé pínu þannig, þú veist. Það getur ekki verið ómargir legends og einum ammælstegi. Þú veist, augljóslega er space þarna fyrir mig. Og með meina. Já, og mömmu. En það svona kemst maður ekki fyrir hana líka. Skiljanlega. En það er gott að deila sem með Jessica Biel og Camila Cabello og Desi Perkins. Það er flotta konur, sko. Já. Fíla. I like it. I love it. Svo var ég eitthvað svona að finna ok, það er náttúrulega allt til á netinu. Þannig að það er hægt að finna greinar um allt. Og ég var eitthvað svona, ok, hvað er fyrst við þannig séum ekki með neitt plana að tala um en það vellum bara spjalla um ammæli og eitthvað. Hvernig er að eiga ammæli og ég eiga ammæli. Hvað heldur ég sem að segja ammæli. En ég fann grein og ég er svona sem ég ekki búin að lesa hana þannig ég vildi eiginlega bara lesa hana með þér. Okay. En það voru 25 hlutir sem þú átti að vera búin að gera fyrir árið 25? Já. Ok, ég hef tíma. Ok, hvað lesa það? Þannig ég var eitthvað svona, ok, geggja, ég get checkað. Tjekkum hvað þú ert búin að gera. Já, og þú. Já. Því þú hefur einmitt 157 daga. Já. Eða 158 í dag. Gáum hvað er doable. Ok, þú veist, það stendur hérna að þú veist það til hamingju, þú ert að vera 25 ára.
Þú ert búin að, Ok, þetta er svona spennandi. quarter life crisis. Já, ángríns. Hálf 50, sko. Hálf 50. Oh my god. Sjömla. Sjómla. En samt pældi í allt þitt líf, Já. það er jafn langt í það þannig þú er 50. Pældi hvað er langt. Já. Það er allt lífið. Það er alveg mikið, finnst mér. Það er rosalega mikið. Já. Þú veist, ég man ekki eftir að fæðst, sko. Nei. Það er rosalega langt síðan ég er 10 ára líka. Já. Sammála. Ef við erum nóg tíma, sko. Finnst mér langt síðan ég fermdist, þá voru 14, Já, það sko. er 10 ár síðan. 11. Oh my god, það er 11 ár. We're so old. Wow. Nei, við Ok. erum ungar. True. Það er rétt að byrja. Það er allan að, það er mjög langt í 50. Það má segja það. Já. Já. Bara allt sem við hefum upplifað og gert síðan 2. Hvað þarf? Já. Vá. Já. Nú er, þetta er bara, it Já. eases my mind. Einmitt. Vá. Framöndan eru 25, þau segja reasonable things. Ok. You should be able to check off your list. Ok. Okay. Ég er spennt. Because by now you know that your well-being is a priority. Númer 1, það áttu að vera búin að fara inn í svona creativity. Vá, hvert fór enska mín? Tap into your creativity. Bara vera kreatív. Ja. Já, bara vera creative. Já, hefur við ekki gert það. Jú. 1 stig. Yes. Yes. Setti stig, á ég setja stigin líka. Já, nennir að tala stigin. Já. Ok, takk. Þannig að við erum bara komin um stig þarna. Já. Ok. 1-1. Það er smá Nice. svindla því ég hef tíma. Já, þú hefur tíma. Já. En þú mátt ekki gefa þér stig fyrir það sem þú mynd mögulega að gera. Við þurfum bara að endur tjekka hvort að stigin hafi hækkað á 25 ára afmælisdaginn. Ok. Númer 2. Vertu búin að vera skipuleggja heimilið þitt. Er eitthvað búin að skipuleggja heimilið sitt? Mitt er svona að komast í ágætt skipulag. Það er ekki búin að skipuleggja. Það stendur effectively organize your living space. Nei, ekki. Færðu þú stig? Ég fæ stig. Er það ekki? Jú, það er bara að koma vel fyrir. Takk. Ok, númer 3. Taka út öll rómantísku sambönd sem eru bara ekki þessi virði. Já, check. Bye boys. Já. Bad. En þú veist, eitthvað sem er ekki þessi virði, já, það er allt farið. Já, bara lengu. Spurja það sem þú vilt frá vinnuninni. Ask for what you want at work. Þú gerir það alveg. Já, örugglega. Já. Já. Ég Ég gæti að samtala spurt meira. Já, Byrjum meira. Já. Settum á to-do listan okkar. Ask for more things. Númer 5. Hvernig standa stigin? 4-3. Ok, númer 5. Lesa sjálfhjálpar bækur. Aldrei gert það, hefur þú? Nei, hef ekki gert það. Æ, hvað erum lílega að vera að gera? Já, þú hefur tíma. Ég fæ Ég ekki mun stig. aldrei gera það. Ekki? Nei. Nei. Fuck. Jæja, Þú hefur svona tíma. Þú Ég hefur hef alveg 158 tíma. daga. sjáum bara til hvort ég gera það. Ok. Ég þarf að lesa þessa bók til þess að ég gæti lesa þessa bók, fattur þú? Já, true. Ég skildi ekki, ég sagði bara já. Númer 6. Get in control of your finances. Eða þú veist, vertu, Bara sjá, fyrir svona stabilisa fjárhagsmálin. já, vertu með fjárhagsmálin á hreinu. Já. Ég get alveg betri það, sko. Aha, Já, fæ ég fyrsta þú stig. færst þig það, sko. Ég veist, já, því ég, veist eins og ég reyndi að gera skattskýrslur mér sjálf. Það fór í eitthvað helvitis Akkur myndir ég kjafta. fá bókara? Ég veit það ekki. Þannig Ég þarf alveg að koma og hjálpa þér, sko. Já, það er það sem ég Já. segja. Ég er alltaf að senda þér eitthvað. Já. Hvernig gerir maður þetta? Já, það er enda rétt. Þannig að ég fæ ekki stig. Nei, ég er búin að jafna þig. Er það? Ok, númer 7 stendur njóttu þess að vera einn. Ég hef alveg gert það. Ég líka. Já. Ég vil oft nota þess að vera einn. Þú fær stig fyrir næsta, sko. Það stendur motivate yourself to exercise. Eða vertu duglega að motivata þig Þú að er fara á alveg æfingu. gert það á lífsleiðinni. Jú, ok, á lífsleginu minni, Já. jú, ok. Í fyrra, þú veist, árið þú varst ólega, það var mjög dugleg. Já, takk, algjörlega. Rosalega dugleg. Svo stendur hérna 9. Byrjaðu að nota anti-aging krem. Ég er ekki... Takk. Er það bara komin að officially tíma á það? Já, ég held að það sett ándur að þetta er 22, það bara aukkrem. Margir segja það. Já, true. Anti-aging samt. Þú veist, erum við ekki allt skincare okkar, það er basically anti-aging. Er það ekki, að þetta er góð innihaldsefni? Hugsa Já. um húðina. Ég veit ekki alveg með þetta.
Fáum bara kúrasti. Kúrasti, Af því því við erum ekki að nota eitthvað sem er mert eitthvað anti-aging. En kannski það er bara eitthvað sem við þurfum að fara að hugað. Já, mögulega. Greinilega. Já. Ég eftir 157 daga. Ég er á sein. Númer 10. Taktu matapásunar í vinnunni. Take your lunch breaks during the workday. Er þetta tips núna? Nei. Áttu þetta ekki að vera 25 hluti sem að... Þú átt að vera búin að, þú veist... Og ég verið búin að taka matapásu. Þú átt bara að taka matapásuna eina, ef verið að segja. Já. Þú veist, ekki verið eitthvað að vinna of mikið að þú takið þér ekki matapásu. Ok. Já, en er þetta tips? Er þetta verið að segja mér að gera það? Er þetta verið að spyrja hvort ég hafi gert það? Nei, stendur hérna ahead are 25 reasonable things you should be able to check off your life list. Þú átt bara að taka matapásuna eina. Ok. Þú veist, gerum það ekki alltaf? Jú, fóðu ekki bara stig. Ég tek alltaf mjög gott lunchbreak, sko. Næsta sem áttu búin að gera er að fjarlæga alla Facebook-vinina sem þú ert actually ekki vinir með. Oh my god, það taka alltaf langa tíma. Ég myndi frekar að gera nýja Facebook-page. Já, ég held það ángríns. Ég fóðum kúrasti þarna. Nei, ég samt tók daginn og tók svona 100 manns eða eitthvað. Já. Ég er ofta að sjá bara eitthvað svona við vorum með eignast fyrsta barnið okkur og ég bara eitthvað til hamingju, en hver ertu? Og af hverju? Þetta er óþolandi. Já. Því maður var bara, þegar Facebook var nýtt, þá vorum við bara, 13 ára. Já. Andjóks. Já, ég man því ég mátti fá Facebook þegar ég var 13 ára þegar alls takmarkið eða eitthvað. Og maður bara addaði og acceptaði öllum. Maður var bara að safna vinum. Og þú bara kannski labba fram hjá okkur þú veist, ég veit ekki, í matabúðinni og þú veist bara adda. Já. Þú veist, þetta var bara, maður addaði öllum. Maður bara acceptaði allt. Já. Og maður var að safna vinum, mann því. Já. Og svo, ég fór það langt að ég gat ekki alltaf fleirum. Vá. Já. Þannig að Facebookið mitt, ég nota það líka ekki að því að þetta eru bara strangers. Og Russell Brand og eitthvað sem þú talar Bara það sem ég er búin að læka að finna á. Mitt. Þannig já, við fáum kúrastið þannig. Við hefum ekki gert þetta fyrir 25 ára aldrin. Nei. Við erum búið til nýtt Facebook. Já, það verið sér borga þína eigin símreikninga. Já, við gerum það. Hver er þetta að borga á? Can you pay my bills? Can you pay my telephone bill? Andjós, það er Pay my automobile. Þetta er ekki óafænt. Jú. Ok, númer 13. Þá áttu að geta svona dílað við confrontation þegar þú þarft svona að konfronta fólk the right way. Hvað er the right way líka? Ég veit ekki, þetta er svona mikið spurningumarkis. Já, en ég samt alveg á meða við kannski fyrir 5 árum þá er ég meira svona, ég bara segi hlutina frekar hann að fela á. Ég byrgit ekki inni, ég bara hei ég er alveg samanlega þessu, en við fáum báðastig. Númer 14, fara í sólóferð, fara einar í ferð. Ég gert það. Er það hvert? Las Vegas, oh my god. Svo ekki, ég flutt út einn til Boston. True. Bara alinn, tækt engan. Þú varst einn, átó. Bjóst úti. Já. Nei, það var bara öðru því að þegar ég flutt til England þá flutt ég með Gunna. Já. En það var bara einn. Þannig að það er sólótrip. True, já, átó. 15. Já, ég fór líka til ég fór til anskotans. Nei. Hvað heitir þetta? Akkur er búin að gleyma hvað það heitir. Hvað fórstu? Til Asíu einn. Ha? Já. Hvernig fórstu Asíu? Segð mér þessi Asíu. Jú, Hong Kong ekki? Nei, hvað fórstu eftir? Ég man ekki hvað þetta heitir B. Bermuda? Nei. Hvað fórstu? Oh my god. Ég man ekki hvað hétt. Bangkok. Bangkok. Wow, það er Asíu. Já. Já, guð mig góður. Jésús minn. Já, glemur þú fjast. Nei, fórst. Já, ég fór þangað. En þú fórst með vininu með ekki? Nei, bara einn. Frá þínu skóla? Nei, voru aðrir úr mínum skóla, en ég þekkti það ekki. Nei, ok. En fór inn okkar. Já, það er svo að höfuborg Thailands. Nóta fórst til Thailands? Já. En spennandi. Já, það ég hef aldrei komið á okkar. Það var gaman, og ég aldrei pælt í hvað varst. Nei. Akkur varst ekki að gera eitthvað meira að Thailand, þú veist. Því við vorum bara á ráðstefnu alla dagana. Oh my god. Já. Ég væri bara, en líka veistu hvað þú varst að gera? Hvað? Þetta var sko þjóðhátíð helgina. Það við sá mig enginn. Þú varst að þjóðhátíð þannig. Já. Og þegar ég var að koma heim af ráðstefnunni,
þá var Gunnar hringi mig, þú veist, hann bara sitt ykkur, sko, hann var, halló, eitthvað í brekkunni. Ói, hvað það er óþægilegt. Já, og ég eitthvað geðveikt formal, þurfti bara að vera í súti alla daga, að ræða sameinuðu, þú veist, markmið sameinuðu þjóðana og þeir voru allir vinir mínir hausleysir í Vestmannaeyjum. Þetta var þannig að ég var búin að gleyma það fórst okkar. Ég veit það, þannig ég var bara eitthvað svona, já. Pirrandi tími, en samt svona, nei, mjög pirrandi tími. Ég ætla að reyna að finna eitthvað jákvæmt við það. Ég líka man bara því ég fekk boðið og ég var bara stelpur, er ég að taka þessu, þú veist, er ég að fara? Þannig fór ég. Væntanlega, þú veist, þú er aldrei komið til Asíu. Nei. Núna getur sagt að þú valla komið okkar en samt komið okkar. Já. En, já, ok, númer 15. Tala við ókunna. Já. Já. Byrja samtala við ókunnugt fólk, já. Já, þið var að segast. Já, nákvæmlega. Einmitt. Vá. Nei, það er ekki punktur. Já. Ok, númer 16. Það hljómar þess að ég hef verið að gera eitthvað mjög shady í Las Vegas. Þetta er bara að minna á, ég fór með ynglott í svona brandferð að hitta J.Lo. Það bara að minna á það. Ég í Las Vegas heita ókunnugt fólk. Bara hæ, eitthvað ein. Vita hvernig og hvenar þú átt að losa þig við raftækin. Sérst svona vita. Nei, núna er komið símpása. Já. Ég er alveg góð því. Já, ég líka. Ég legg alveg síma frá mér því ég fer að sofa og ég er ekkert að kíkja þótt að ég heyri hljóð og eitthvað. Nei. Ég veit ekki íslenska orðið en svona network in person. Bara búið til tengslanett? Já, búið til tengslanett. Já, maður er alveg gert það. Bæði stig. Svo kemur 18. Ég ætla bara að lesa þetta á ensku. Það stendur have the kind of sex you want. Já. Hvað annað? Þú veist, hvað, einmitt. Það er bara hvað, nei, ég er að gera það sem ykkur annar vill. Nei. Það er ekki svons. Ok, 19. Skrifa tilfinninga þínar. Nei, ég fæ ekki stið þar. Ég hef gert það þegar ég var hjá sálfræðingi. Já, þá þurfti að gera þannig svona blað. Sniðugt. Nei, ég finnst þig. Ég skrifa drauma og þannig en ekki tilfinningar. Nei. Svo reyndi ég einu svona að halda svona 5 mínúnda dagbók eitthvað neins dag. Svo bara, þá er þetta ekkert eitthvað mikið að skrifa. Nei. Tilfinningarnar. Það er alveg skrítin heima þarna, sko. Eða svona að fara að skrifa bara spes. Já, samt, þú veist, geggja gott fyrir mann. Svona aðeins að reflekta bara eitthvað, það liði mér. Og svo geta að lesa það, skilur. Nákvæmlega. Þarna leið mér svona. Það er bara örgulega mjög gott að gera það. Bara svona, for the sake of it. Þú geta bara, svona að milli, svona hér, I get it. Á þessum lista á stendur líka að þú ert búin að læra að búa til geggjan koktel. Ég? Já. Ég er alltaf að búa til koktel. Ég kann ég lengra koktel, sko. Nei. Fuck. Þú kannt engan. Nei. Kannski mimosa. Já. Það er svona vallatalinn koktel, já. Nei, ég kann það ekki svona, ég geti bara satt innhaldsefni fyrir fram að þig og þú myndir ekki, þetta passa saman. Já. Ég væri bara svona að setja mynduð ekki. Já. Jú, við gerðum alltaf fullt í sumarbúrstaðunum. Já, en það var alltaf eftir svona uppskrift og þannig, en auðvitað, ég get fyllt uppskriftum. Ég er ekki alveg gúgú gaga. En basically það, að þá ertu búin að læra það. En þú veist, þú þarft eiginlega að kunna utan af. Já, ég myndi segjum punktur sér svona. Ok, svo nummer 21. Þolinmæði, læra að vera þolinmæður. Já, ég myndi segja ég sé mjög þolinmæð. Ég er pínu óþolinmæð, sko, en samt alveg þolinmæð. Ég er samt líka alveg smá þolinmæð. Já, ég veit það ekki. Fáum ekki stig. Annarkvæmst fáum við báðar eða hvorar? Fáum báðar. Ok. Fáum báðar. Númer 22. Taka vítamínin. Já. Ég gera alltaf. Ég gera líka. Vel gert. Takk. Ég byrja að taka lýsi. Það? Í skeiðina. Oi. Já, það er ógeð. Það er alltaf lag. Hæ? Það er alltaf í lagi. Það er með svona sítrónu kim. Oi. Já. Ég myndi frekar að taka það bara því old school way, sko. Nei, þú veist, það er svona, það er að kaupa lýsi sem er sítrónu. Kim með eitthvað. I don't know, man. Það er eitthvað sem sagði að það væri rosa holt. Ég svo bara, ok. Losa þig við stress. Ertu ekkert búin að losa þig bara alveg við það? Mér finnst innan mitt, eða sem að teka alveg tímabil sem að maður er bara svona, ok, nú þarf ég slaka á. Já, maður kann það alveg, bara í dag. Fara í ferð eða fara út á land eða gera eitthvað svona. Við erum oft gert það. Já, ok. Ná 8 tíma svefn og það stendur hérna í caps
hverja einustu nótt. Síðan ég fættist þá. Veist, bara þú átt núna að vera búin að mastera það. Ég næ alltaf 8 tíma held ég. Eða 7 til 8. Já, ég næ 7 til 8, sko. En ég held að 7 alveg standard líka, bara ekki minn en 7. Já, ég held að það sé alveg fer, sko. Fáum bara kúrasti. Ok. Við erum ekki búin að gera þetta, við erum alveg sleepless nætur, sko. Syngja í sturtunni án þess að, veist, án þess að vera feimin með það. Ég held ég ándjóks aldrei gert það. Ha? Já. Ég er sko með tónleika. Já, það? Já, ég er með tónleika. Vá, ég þarf að koma. Já. Can I buy a ticket? Yes, you can. En sko, það er bara, ég er með tónleika, sko. Ég held ég hef aldrei gert það. Þú bara þetta stig. Ég fæ stig. Herru, hvernig standa stigin? Herðu, Þetta er búið. 18 Birta, 19 Sunniva. Fuck! Einu við þér. Þú vinnur það að vera orðin 25 ára. Já. Þú er búin að gera I've meira. experienced a lot. Greinilega. Svo er ég með aðra skemmtilega grein. Sem að heitir, hér eru nokkrar ástæður af hverju 25 ára er besti aldurinn. Ok, þurfum við það? Já. Það segir að margir séu sammála því að 25 ára sé besti aldurinn. Ég hef ekki mikið heyrt þetta. Aldrei heyrt þetta. But I'll take it. Já. Ok, ég ætla að finna hérna. Já, það sem sagt stendur er bara ekki neitt. Nei, ok. Það er bara eitthvað svona, já, þetta var, já, stendur hérna, það er eitthvað við tilfinninguna og númerið 25 that makes us feel warm and bubbly. Ok, thanks for trying though. Já. En samt sem áður, Já. þá er þetta alveg geggjar aldur. Já. Að við erum búið með þetta tvítugs stegan 18-20 sem er bara hrikalega erfiði tími sem er svona að reyna að finna sig. Mér finnst við svona tvítug, þá var ég bara svona, ég vissi eiginlega ekki hver ég var. Já, guð minn góður, ég bara, er ég ekki lengur einn og eitthvað? Já, maður var bara svona, ég veit ekki, er ég fullorðin, er ég krakki, þú veist, svona geðvægt óþægilegt. Og svona alveg upp á núna, svona, finnst ég vera meira eða svona, mín eigin manneskja, fattar þau mig? Ég er alveg sammála. Það ekki? Í 100%, sko. Hérna er maður bara svona að finna sig og maður er svona að gera skemmtilega stigi. Já. Kannski námslega, íbúðalega, þú veist, við erum svona á skemmtilegum svona uppleið, myndi ég segja. Ég er alveg sammála, sko. Stendur líka hérna í þessari grein hana að það voru, þú veist, það gerði rannsókn og þá komist að því að 25 ára, þú veist, fólk á 25 ára aldrinum taka mest random svona ákvarðanir og bara svona með sem eru þú veist, þeirra hegðun er mest random af öllum öll aldursflokkunum sem make alveg sens að því að maður er bara gett eitthvað svona ég ræði hvað ég geri eitthvað svona, þú veist, og svo ertu kannski orðin 26 eða 27 eða yfir þá ertu kannski meira að taka strategíar ákvarðanir eða hegða þér á einhvern x hátt af því þú ert kannski orðin einmitt íbúðareigandi eða orðin foreldri eða orðin, I don't know, skilur bara eitthvað en svona 25 er svona mest bara svona random þú ert búið með 1/4 lífininu basically it's crazy en ef við að líta eins á meira heavy notes og fá afmælspakka já, ég elska það að koma með afmælspakka en hann er ekki afmælspappir ég bara með barbelpokka samt pókinu bleikur þannig að þér er fyrir ekki mér finnst fallegur inn í setti okkar oh my god ok, og á ég ekki að lýsa fyrir öllum jú ég fekk sérst barbelpoka bleikan fyrir þá sem er ekki að horfa herðu, ok ég fekk cozy sokka cozy tímar framöndan það er það ég fekk 2 pör svarta og hvíta mjög sætir ógeðslega sætir og verða mikið notaðir ég get sagt það já úlala þú reyndar keypti þetta sjálf en ég elska að fá þetta já, hvað muni eftir að taka þetta já, þakka fyrir bara svona take away cup fyrir kaffi já, sem sagt, við keyptum okkur á Amazon svona Starbucks take away cup af því að Sunniva er í matcha átaki ég elska matcha já, hún er í ykkur svona smaka það er smá vassblanda núna já, maður smaka já. hún sérst er í svona, hún er alltaf að fá sér matcha te elska matcha te þetta er svolítið vassblanda og mér finnst það svo vont ég er bara hreinskilin samt ég veit að það er ekki margir á þessum vagni sko nei, og mér finnst það margir feika já er það ekki sammála? ég veit ekki, hver? Nei, þú veist að þessi litur eru í tísku já, það
Nei, því veit, þú varst að gera þetta þess litur var ekki, sko. En í alvörunni er samt svona ljósgræni litur, það er ykkur út í sammála mér, sko. Ljósgræni liti að matcha er í tísku og ég sé marga bara að vera að búa sér til bara svona til þess að geta postað á Instagram og eitthvað. Að búa til matcha er alveg svona kunst. Smá vinna, skilur og þetta er að gera rétt og þetta er alveg, þetta er ekki ódýrt að fá sér matcha. Matcha te er ekki alveg þetta er ekki ódýrt ég myndi aldrei eyða, ég skilur. Nei. Það var alveg skrítið að kaupa sér alltaf svo þarft í matcha bara til að lúkka eitthvað. Þetta er alveg starta að kaupa þér ég er kannski meira viskinn og þú veist ég er kannski meira að meina þú veist kannski panta sér á kaffihúsi panta sér á kaffihúsi og þú ferð í glasið og tekur mynda í þannig þú ert alltaf advanced, þú ert bara heima að viska eitthvað sétt en þú veist, ég man því ég smakkaði matcha til fyrst mér fannst það ekkert fyrst, sko ég var bara nei, ég smakkaði fyrst, sko, fyrir mörgum árum síðan þá var ein stelpa sem var að vinna með okkur þegar við unnum hérna í vörklass á sínum tíma hún var algjör matchlover og hún leiði mér að smaka og hún sagði það var svo gott fyrir heilan og eitthvað hún var í háskóla þá og við vorum að klára MS og var að byrja í háskóla hún var að mæla með þessu svona fyrir tímana sem væri að koma ég bara, úi nei, sko, mér varst það ekkert spesifis en ég var kannski bara líka, ég smakkaði ekki gott matcha það skiptir alveg máli hvaða vöru úr með algjörlega það er til alveg vond matcha og það er til granda matcha, skilur nákvæmlega getur alveg fundið alveg bara mjög dýrt matcha sem er bara geðveitt gott þú veist, ég held samt að þetta get alveg nú er ég búin að bræða smá upp mér þú myndir fíla síróp og okkur út í þetta ég set náttúrulega ekki síróp eða neitt hunang og eitthvað, algjörlega þannig að er hægt að ég þarf að búa til fyrir þig ég þarf að gera eitthvað svona birtuvænt ég er alltaf með svo ókslega basic og ósætt og eitthvað en ég keypti mig líka svona að ég bara, en ég sé fyrir mér að ég mun nota þetta mikið í kaffi ískaffi, ég er mikill ískaffi þetta er geggjaglas, ógeðslega fallegt en hérna fengi ég svona á Amazon ef ég fá okkur svona og svo er einhver annar pakki hérna áni oh my god þetta er aðalpakkin ok settu barbelpokkan á góli ég skal setja mig góli og ég ætla að loka tölunum minni þannig að þeir sem eru að horfa geta að sé þetta er svona rauður ég sá þetta ekki rauður hlébarða ég held að þetta ekki hlébarða nei, þú veist svona munstri en hérna, þetta er Yves Saint Laurent yes, my fave ok, ég vandrar ég hjálpa þér eitthvað nei, byrju ég reyna að opna pókan, svona gjafapókan jú, viltu hjálpa mér? já þú veist með neglur, þú veist nærður eitthvað betur upp hvað er spennandi herðu, ok, hann opnaðist og þetta er flottur póki ekki gjafapóki úlalalala herðu, ég fæ hérna þetta er All in Glow makeið hefur þú pröfað það? já, okay. Ertu að grínast? ég var alveg bara, þetta er sko mitt uppáhalds make og þú fílar að vera svona létt make þannig ég var bara, ok, Birta þarf þetta make og líka, ég var ekki viss hvort þú hefur ekkert að pröfa jú, af því að þú hefur svo lengi talað að þú notir þetta ég var alveg, þú veist, oft kopjað þig og hérna, og keypt mér þetta en ekki búin að eiga þetta núna í smá tíma og ég var einmitt að hugsa þetta þegar við vorum að ræða hvað er þægilegt, sérstaklega núna þegar voru að koma að vera með léttan farða sammála að því ég nota frekar þungan farða yfir veturinn þannig ég vákæði ránað thank you welcome herði, svo er hérna Stay Naked Concealer my favorite þetta er geðveikt frá Urban Decay þetta er sko bara upp á alls minn í heiminum og ég er bara svona það er betra en að fá make-up í afmælisgjöf ekkert, ángríns make-up, skincare og ís ángríns og eitthvað svona treatment ég vissi bara að þú er búin að fá geggjaðan pakka við að spaðan ég var bara, I'm giving her make-up jokes, ég er fárlána með það er svo gaman að fá make-up en líka þú veist, ef Hilja er ekki eitthvað sem ég þarf núna á næstu dögum fyrir komandi apríl þá veit ég ekki hvað sko hefur pröfað þennan á? ég man það ekki þetta er nýja útgáfan af nei, ég hef ekki pröfað nýju hefur pröfað gamla? ok, hvað Hiljar þú þá nota? ok, allavega ég er um trash Hiljar eins og sko bara be ready to change your life sko já, spennandi, mjög spennt er það grínast? hefur þú ekki pröfað hann? hjá þér já, það er bestur en mér er búin að vanta ángríns ég var að hugsa þetta síðast í morgun bara að því að þú veist, ég er að nota þarna ok, já, fyrir þá sem eru að hlusta þá er þetta sem sagt Urban Decay Brow-Blade já, Brow-Blade þetta er svona penni augabrúnar bæði með svona, hvað heitir þetta? Blýant einu megin og túss hinu megin og hann er bara, ég held ég hef aldrei
elska augabrúnavörur svona mikið á æfum minni, sko. Alveg. Þetta bara upp á aldrei mitt. Það svoleiðis. Já. Notar bara þetta? Já. Geðvikt. Líka, já, það bara, þú veist, þess að stundum ég bara með blýantinn og stundum bara með pennan. Sem ég snill, sko. Líka allar svona vörur sem að svo einfalt að nota. Já. Þú veist, að maður svo fljótur. Já, þú getur bara að teikna hárin með túsinum og eitthvað. Ég sé það. Svo næs. Það ekkert betra en allt sem þú getur verið fljótur að nota. Nákvæmlega. Oh my god. Þú erum bara að tjekka með litin. Ég tók bara svona lit sem að... Bara svona brúnan einhvern veginn. Já, sem ég nota. Já, það örugglega bara sama. Já, ég myndi halda það, sko. Oh my god, takk! Vákar ánægð með þetta. Hlakka til að mála mig á morgun. Já. Á afmælisdaginn minn. Allt my favorite. Vera fínust. Já. Ekki? Jú. Svo fínt, svo fancy. Þetta svo fancy. Já. Gekkjaði póki. Þetta óslega flottu póki. Lepara pókin. Já, ég sé ekki lepara, sko. Nei, en þetta geðvikt. Ef það væri ekki sett framan á honum og ég gefi hennar póka, þá væri þetta svona kinky póki. Það svona rauður og svart. Þess að leiðu að horfa framan á það bara svona, fancy. Ógeðslega fallegur. Oh my god. Thank you, my darling. You're welcome, honey. Thank you, já. Ég spurði líka tebúðsgessluna. Já, herri, þú bannaði mér. Þú sendið mér áðan bara ekki farin á tebúði Instagramið. Nei, af því að mér langaði að spyrja svona hvort það væri með eitthvað ammælisspurninga til því. Hvað settur þú í story? Má ég sjá settur þú mynda mér eða eitthvað? Nei, hvað settur þú? Ég settur bara bláum bakgrunn. Ok. Má ég sjá hvað þú skrifaði? Já. Hún skrifaði bara Sunna hér, byrtu ammælibráðum og ætla að spyrja hana nokkrar ammælisspurningar í þættunum sem kemur þá. Ok. Og svo sendi ég skemmtilegar ammælisspurningar til Birtu. Og eitthvað búin að spyrja eitthvað? Já. Ok. Hvað ertu gömul? Já, vá. Ok. People wanna know, sko. Ok, what do people wanna know? Herðu, hérna einn spurning. Uppáhalds ammælið þitt. Vá. Því ég fættist. Það ekki bara... Nei, þegar ég surprisaði. Já, líka það, þegar Sunniva, ég veit ekki hvað þú mér sagt frá því, en jú, þegar vorum að tala surprise, ég Sunniva mætti henni svona út til England á svakalegt. Og hún hafði ekki hugmynd. Þá var ég 22. Já. Ég held að það... Vá, pældi það bara 3 ár síðan, mér líður sér svona 10 ár síðan. Já, vá, ándjóks. Mér finnst það ammæli og svo verður bara þegar ég fættist. Já, best. Það æði. Ok, hvert drauma ammælspartí? Vá, veistu hvað væri? Hvað? Stelpuferð eitthvað staðar úti. Bara Bali eða eitthvað. Real Houses þema. Já, og sko bara stelpur. Já. Ég veit ekki okkur, ég elska stráka og ég elska að vera með kærastunum mínum, ammælum mín alltaf, en það eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona girl power, eitthvað, ég veit ekki, allt svona bleikt og stelpur og... Já, það på það, sko. Bali, ok, ég ætla að muna þetta fyrir 50 samleið. Bali með öllum stelpunum. Please, ef við erum búin að gera þetta fyrir 50, takk að fyrir. 30? Já, okay. Það stórt. 30. Það alveg stórt. Já. Ok, hvað skemmtilegast árið þitt aldurinn so far? Og til hamingju mamli. Takk. Ok, ég ætla að bæta við. Bali eða LA. Þú veist, það mætti vera líka bara eitthvað svona borgarferð. Miami. Já, ég sé það mætti vera borgarferð líka. Okay. Já, þegar við fyrir 30, þá fyrir við svona Miami og hvað svo þegar við 40, þá fyrir við Bali eða Thailand eða Dubai eða eitthvað. Eins og Kim gerði núna þegar hún átti afmæli. Þannig að hún í nóvember, hún bara this is 40. Já. Við bara sick, heiti ykkur bikinium á okkur strönd. Við ætlum að hann líka. Við þar. Ok, þessi spurning, hvað spurt? Hvað skemmtilegast árið þitt / aldurinn so far? Vá, ég held í alvörunni að sko 24 var fárlega stórt ár fyrir mér og þrátt fyrir að það hafi verið mjög COVID, þá var það fárlega stórt og fárlega skemmtilegt. Svo bústaðferðin sem við fórum í, allt sem við gerðum í þeirri ferð, við fórum að snorkla og fjórhjól. Já, og við erum svona einhvern veginn komin með aldur til þess að gera melda matinn okkur sjálf og ég gæti aldrei með matinn fyrir 10 fullarna einstaklega. Ég veit ekki, teppaði bara, ég held 24 ára. Já, vá, þetta var gott ár. Já. Það var mikið sem gerðist í fyrra. Já. Ok, I like it. Við hvað langaði að vinna þegar þú varst yngri? Þegar ég var yngri, ég ætla alltaf að vera löffræðingur. Vá. Oh, tables have turned. Oh, yes they have. En bara svona því ég var lítil, þá var alltaf bara svona, þá ætla ég að vera löffræðingur. I love it. Já.
en svo hefði ég engan áhuga á því. Nei. Heyrðu, hérna næsta spurning, ertu mikið ammælisbarn? Já, ég er það Ég alveg. myndi segja það, sko. Já, þú líka. Já, ég heldur séum svona sama skala. Já, Við við elskum það að við erum samt ekkert eitthvað. Það þarf ekki að vera stórt partí hvert einasta ár. Nei, en samt við viljum láta trýta okkur Já, ammælin við erum samt að fá eitthvað. Já. We want a party. Já. Eða bara eitthvað svona trýt. Besta ammælisgjöf allra tíma? Þetta er sko, það er svo erfið spurning. Fyrir utan það sem ég var að fá núna. Ég ætla að segja það, sko. Ég með skrifa hérna hjá mér hver uppáhalds fyrirfram ammælisgjöfin. Já, þessi. Besta fyrirfram. Ammælisgjöfin annars vegar er, þú veist, besta allra tíma. Guð, maður er svo gleymin allt í einu. Þú veist, þegar vorum að tala um jólagjafnar, þá bara myndum maður ekki hvað maður fengi og eitthvað. Hvað er það? Það var ríkalegt. Já, en ég veit það ekki. Nei. Fokk, ég segja bara sökka. frá Gunna í fyrra, það var mjög kjút. Hvað var Gunnar? Já, ég var að segja, Kylie Skin hann. Já, jú, það var mjög kjút. Jú, það var mjög, mjög kjút. En þú veist, er það eitthvað svona, ég veit ekki hvort að fólk sé að búast við eitthvað svona svakalegu. Nei, en kannski getum við bara sagt hvað að færða morgun. Já, sagt ykkur það seinna. Já. Ok, skemmtilegasta afmælis veistla hinga til. Svona, þú veist, maður er ekki alltaf með veistli. Það er svona besta partíð. Ég meit. Hvað? Hjá þér? Nei, hjá þér. Ó, hvað? 2014. Já. Þegar við heldum risapartí heima á pappaðinum. Já. Og þetta var bara, hvað var við? 18 ára? 18 ára, já. Þetta var 18 ára afmæli mitt. Já. Og bara, við byggum til svona spil, svona drykkjuspil, svona eins og krakkar búa til. Já. Og þú veist, fullur fólk líka, við gerum það daginn. Já. En það var besta spil sem við farið í. Það var svo gaman. Það er just rest in peace. RIP, hvar sem það er. Ándjós, þetta hvarf. Það hvarf. Og allir kallarnir og teiningarnir og... Það er eitthvað með að spila það, sko. Já, gríns. Það er eitthvað bara njóta. Já, með spilið okkar, sko. Við mást við fundum myndaði daginn. Við erum að recreata þetta. Já, verðum. Gerum maður fyrir mitt ammæli. Þitt ammæli, það er hægt að spila. Það er næsta ammæli. Þá geta líka allir verið með. Já. Mitt ammæli er Jóammæli. Jóa næst. Þú getur með Jóammæli. Já. Er það? Já. Hvernig er Jóammæli eftir? 27. apríl. Já, vonandi. Já, vonandi. Við vitum ekki. Hún má, já. Annars mitt. Já. Alltaf sem safe að bet. Bara þeir komið út í ágúst. 18 ára ammæli þitt og það er geggja partí, sko. Það er enda trillt, sko. Þú voru bara einhverju risa húsi, bara eitthvað, having a blast, bara eitthvað. Líka húsið var tómt. Já, hann var frá að flytja inn eða eitthvað. Já, og húsið var tómt, þannig að það var bara eitthvað svona, það var ekkert annað. Ekki til að skemma og eitthvað. Meininni. Við vorum bara sullandi á gólfi, svo ekki það er morgundagurinn. Jú, örugglega, það er stend, já. Ég segi örugglega það líka. Gott MS partí, sko. Gott MS partí. Hvað er fyrsta ammæli sem þú mátt eftir? Ég ángriðs man eftir ammælinu mínu bjóða okkur tímabót í Mosó sem er mjög skrítið því að skrítið fólk Mosó? Nei, bara því að þú veist ég er svo mikið borgarbarn að það var eitthvað svona þannig ég var ennþá í leikskóla og ég man gett vel eftir þú veist ég var okkur svona 5 ára 4 ára já, og ég man bara gett vel eftir þessu ammæli því að þú veist það var einmitt svona þá var ég að fatta já, ammæli líka og ég veist það var svona inn í stofu eða eldhúsi, þar var hennar ammæli, svo var ég með mitt svona inn í herbyggi. What? Fattar mig, það var svona... Þú var svona margt ekki eftir því, þú var svona botar 2 ammæli í gangi. Já. I'm not the only one. I'm not the only one. Cute. Já. Herði, hvað viltu í ammæli, sko? Og ég er ógeðslega mikið sem ég vil í ár, sko. Að það? Já. Ok, myndur það Ég vil til dæmis nýtt make-up, so thank you my friend, Cozy Sokka, of course, Starbucks glasi frá Amazon, hátt á listanum, en nei, að því að maður er svona nýbúin að flytja inn, þannig að alls konar svona hlutir sem manni langar í. Þú vilja svona í búið í ammælisgjöf? Já, ef það er eitthvað sem mig langar ógeðslega mikið í, þá, já, 100% sko. Ok, eins og hvað? Segðu mig bara. Það er til dæmis eitt málverk sem ég langar ógeðslega mikið í. Ok. Svo langar mér í ég held að mér langir hraðsuguketil, ég veit það ekki, þarf maður á honum að halda, I don't know. Já. Það ekki? Jú. Já, þá langar mér það. Svona fancy, kannski frá hana smegg.
smug Smegg eitthvað þannig, já eitthvað svona flott Flætan. Já, geggja yfir hára og þegar maður gerir te og já, alls konar nákvæmlega, einmitt mér langar í mjólkuflóara við kaffivélina mína Já, til þess að geta gert gott íste þú veist, mér langar í strigaskó mér langar í úslega mikið hlutum já, geggja já, þú veist, kertastjaka eitthvað, Kertaspil. bækur og eitthvað ándjós spil Sjálfshjálparbók. já, ándjós, ég er alltaf sein að lesa það sko. Já. Ok. Má ég sjá. langar í nýtt rúm, Gunnar Heldur áfram. Langar í þetta. Já, þið er Nei, nýtt rúm, sko. því að þú veist hvernig það er að maður þegar maður ásendum ammálið þá er maður bara, vá, ég veit ætt hvað maður langar í jólin. Ég hef aldrei vitað mikið hvað maður langar mikið í Nei. hlutum. Kannski maður bara meira ákveðin. Kannski það. Nei, ég segi svona, auðvitað bara er ánægð með allt samt. Já. Hérna er spurt, kemur Kim K ammaliðitt? Já, Alltaf. hún mætir alltaf. Jú. Alltaf fyrst til að mæta. Hvað langar eignast mörg börn er eina spurning? Draumatala held ég að sé 2. Ég ætla að segja, segjum það saman tíma. Ætlar að segja 2? Nei, ég ætla að segja 3. Já. Sko, já, að fyrst, mér finnst 3 líka alltaf lægi að fer eftir hversu fljótlega númer 2 myndi koma. Já. Ef það er ótrúlega langt bíl á milli, þá held ég bara 2 sé nú. Ef það er svona It's enough for me. ef það er svona tiltölulega stutt á milli, þá er alltaf lægi að 3 barnið komi. Já. En svo kannski enda ég með 7, who knows? Who knows? Ándjóks. Hérna stendur, hvað gerður til að fagna 20-afmælisins? Herðu, ég átti heima út í Englandi. Ég keypti mér einhvern fínan bleikan kjól, kryllaði á mér hárið, fór á uppbólsveitingastæðan minn í Coventry sem ég bjó, las eitthvað annars. Það er mjög fancy. Já, það er það alls ekki. Nei, þetta er svo góðu staður. En þetta er bara góðu Þetta staður. er bara eitthvað uppáhaldstöðum okkar í London Það er og það. Englandi, sko. Hann er fárlega ódýr, hann er ekkert þannig sé fancy, þetta Nei, er hann er bara mjög basic, sko. mjög basic, en ég bara eitthvað svona dressaði mig upp fyrir það. Já, þetta. Fór þar og fekk mér uppáhaldskokteilin minn á þeim stað sem er Pornstar Martini. Svo fekk ég mér það sem ég fekk mér alltaf þetta, þeir eru með svona djúbstektan brasilískan ost sem dýfir í sweet chili Oh my god, hann er svo góður. og svo churros. Bæði vegi, ég ætlaði bara að taka þessum ræði. Hvar fær maður churros á Íslandi? Er það til? Mér lýsa að ég sé það ekki stöðum daginn. Að það? Já. Ég var að hugsa bara, ég ætla að nefna þetta í tebúinu því að þegar gestinur okkar, eða þeir sem var að hlusta og horfa, þeir senda okkur oft ógeðslega góðar ábendingar. Þetta er Churros til ykkur stað, sko. í svona karmelusósu. Ég sá þetta ykkur staðar súkkulaðisósu. daginn. Ok, við finnum út í. Bara láta okkur vita. Og já, gerir eitthvað meir? Hvað, á 20? Nei, svo bara fór ég örugglega aftur heim. Þú veist að geta klubbina? Nei, örugglega ekki. Ha? Ekki svo ég minni því, sko. Á 20? Já. Ok. Ég var sko, ég held ég að nýflutt út til, hvað er við gömul þegar við klárum MS? Við erum að vera 20. Þú ert 20 þegar þú útskrifast. Ég er þá rugglast 21 á rangur minni. Hvað gerir þú 20-afmælinu þínu? Það veit ég ekki. Örugglega ekki neitt. Jú, hljóðum að gert eitthvað. Það er alveg ekki eftirminnilegt. Nei. Oh my god. Ég mandi mínu, Vá, sko. ég er rugglast á 21 á Já, samanlega það minni. er 21. Þú ert Já, 20 ég þegar er þú að útskrifast rugglast á 21 ás, já. Vá, hvað ég man ekki hvað ég gerði. Nei, ekki heldur. Ætlum að fara á tapas eða eitthvað. Hljómar þessu við. Já, það hljómar svona. Ok, Sounds about right. hérna er eitt. Mesta feel old yet in a moment sem þú eru upplegað. Þú veist bara hvað borgar reikninga, sko. Já. Ég hugsaði með þig að vera ólétt. Já, þú veist, að vera ólétt, sko. Já. Eða hérna líka bara eins og í gær, gott dæmi. Þegar vinkun okkar sendi snapp á sömulegu grúpun okkar, hún sendi hérna eitthvað, oh my god, maður kom heim og rætt henni, þessu ógslagsfeng og það er bara engin heima til þess að elda fyrir mig. Já, hver, þú veist, lifir þannig. Ég var bara eitthvað. Ég hef aldrei, Nei, ég veit að þetta átt við þig, skilur. En ég var bara eitthvað, vá, bara, ég var... Þú ert 20 og var 25 ára og hún er að búast við að fóreldrar sín eldi fyrir sig. Já. Ég var bara, excuse me. En þarna fekk ég svona feeling old, Já. skilur, því að ég hugsaði bara, ef það er ekki ég, þá er það ekki annar. Já, það er alveg mjög leika, sko. Engar á gjört alls ekki ein. En það var svolítið svona feel old Já, yet, eitthvað. true. En líka bara að vera ólétt og líka að hafa gaman að því að kaupa barn, þú veist,
sko, never in my wildest dreams held ég að mér myndi finnast gaman að kaupa þú veist, tauplegjur. Já. Núna ég bara, nice. Þannig að það svolítið feeling old líka. Já, I love that, sko. Já. Gott að vera gamall. Já, við elskum eldast. Já. Hvað er vandræðilega sem er gerst fyrir þig á afmælinu? Veistu mig eitthvað? Bara peppi yfir mig á drykki, sko, held ég. Held ég bara það. Örugglega. Þú veist, að gleyma óska mömmu til hamingju eitthvað. Ég get ekki trúa að það hefur maður gerst. Eins. Hvenær ætlar þú að endurtaka Britney Birtu afmæliðin? Já, einu sinni var ég alltaf með svona þemamali og ég var einu sinni með Hollywood, þegar ég var 12 ára og held ég þá var þema á afmælinu mínu Red Carpet og allir ætti að mæta sem stjörnur. Og varst þú Britney? Man ekki hvort ég Britney eða bara Silton, ég var annarkvort, ég man það ekki. Það var alltaf einhver sem var líka. Ég vona að varst Britney. Ég var örugglega Britney, já. Vist þú nefnir Britney Birtu? Það er sko, það er ég. Ég er Britney Birta. Það var sko hotmailum mitt. Britney Birta? Britney nýrstæk Birta. Þetta er að glenda að senda mér e-mail. Það verður að skýra barnið Britney. Andjóks. Ok, ef þú verður fræg í Hollywood, fyrir hvað verða? Allavega Grammys. Þú verður með Grammy. Ég myndi að segja það. Þið brindi daginn á hegst Grammy. Já. Grammys. Ég væri eflaust fræg fyrir geggja podcast. Það er ekki bara gott svar. Eða fyrir eignast famous baby. Nei, ég veit ekki maður. Eða bara fyrir eitthvað svona, já, þetta er systir leikarans Aron. Já, og eða var svona kynnir eða eitthvað. Ég get ekki það. Svona slúður, svona... Já. Fattar þau? Já. Svona Wendy Williams eitthvað þannig. Já. Allan daginn. Ok, já. Átó. Skál fyrir því. En það er svona 1000 spurningar hvort þér komið nafn á baby. Er fólk að spyrja? Það er mjög margir. Herði, já, 100% komið nafn. Og hvað er það? Það kemur í ljós. I'm trying. En já. Mér langar svo að segja það, sko. Ég er að deyja, sko. En ég get sagt það. Það er ein manneska í kringum mig sem hefur sagt nafni við mig. Bara í einhverjum svona, og svo manneski sem var að tala, ég ætla ekki að gefa einhvern það var kallið eða kona, það var bara manneskja, sem að augljóslega veit ekki nafnið og hefur engan grun nafnið og hefur aldrei fengið neina vísbendingu en eitt slíkt, var bara eitthvað svona henda fram hugmyndum á nöfnum. Ég held þú getur skýrt bla 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 og svo bara hitt á rétt. Já, bara, wow. Ég sagði ekki þeirri mannesku, þetta var rétt hjá þér. Nei, það er ógíslega leðilega, hún gefur ekki svona smá hint eða einn svipri þegar maður gíska þannig að Nei. Ég ætla bara að reyna að vera spennt fyrir þessu. Er ég bara að heyra þetta bara í skýrtinni bara? Ég veit, nei, ég held að því að Gunni vil halda skýrtina 2 mánuðum eftir á. Ætlaði að segja eins og Jóa gerði, hún sendi mynd að Tinnu Maríu. Tinnu Maríu. Það sem ég finnst nefnilega að því hvernig í 2 mánuði, hvað áttu eftir að koma oft til mín á þessum 2 mánuðum? Já, hvað er skýrana? Ég veist, þá verður bara eitthvað, Gunni, taktu, segjum hún. Geð mikið stress og við erum líka alltaf saman. Já, Geð mikið stress og þú að reyna að segja ekki nafni. Já, eða hringi Gunni eitthvað, hvernig hefur, þú segjum ég ætla að skýra hana glas. Já. Þú veist, það er svo auðvitað að missa út sér eitthvað, hvernig hefur glas það eitthvað. Því þið eru strax byrjað að kalla hana nafninu sínu. Já. Þið eru bara... Hanna ég... Veit það ekki. Það er hlera síman ykkar. Tjóks. Heyrðu, ok, topp 5 hlutir sem þið langar að vera búin að gera fyrir fertugt. Eða prófa. Ok, þetta er ekki góð spurning. Já. Prófa eða búin að gera. Þetta er góð spurning. Já. Ég væri til að vera komin barn nummer 2. Ok. Fyrir fertugt. Mögulega 3, en ég veit ekki. En barn 2 allavega definitely. Ég væri til að vera búin að kaupa mér einbýlishús og gera það upp. Eða ég þarf ekki að vera búin bæði til þess að vera ánægð. Þannig að ég sem / eða flytja aftur erlendis. Ok. Ég var líka til að pröfa það aftur. Og eiga þá fastegnaði íbúðu, húsa, whatever, ekstra erlendis líka. Það er gett. Já. Ég væri til í að vera búin að læra að elda. Almennilega. Við græjum það fyrir fertugt elsku. Já.
ég væri til í að fyrir fertug, vá. Það er svo langt í það maður. Svo mikið sem ég get gert. Ég er ekki með neitt svona hopp út úr flugvél eða neitt þannig kæfta það. Ég ætla bara alveg að halda mig burt frá því. Já, þú veist, þarna var ég svona feel young og þú old að ég var bara, ég væri til í að ferðast þangað, fara í bungee jumping, allt svona hoppa úr börn og einbýlishús, kaupa fasteign erlendis, ég bara, já, ok, I'm a child. Nei, þú veist, að því allt svona eitthvað hopp út úr flugvél. Ég myndi aldrei gera það. Nei, ekki heldur. En ég myndi samt vilja pröfa. Það? Ekki, já, gott að vera búin að því. Ég myndi að líða um hvort það er með hann. Já, veist, ég hef enga lengur eins og pröfa það, sko. En myndir þú, ef þú segjum að vera í Dubai. Ok. Og þú sér Burj Khalifa. Það er það bygging í heimi. Myndir þú fara upp í hana? Það er nú ekki sagt álistæðin. Jú, ég myndi bara ekki að hoppa niður af henni. Nei. Skilur, en já, 100%. Það er skeri dæmi, sko. En ég var einmitt til í að vera búin að heimsækja Arabalöndin, 100%, ég hef aldrei komið þangað. Ég var til í að vera búin að fara til Bali. Ég væri til í að vera búin að taka stelpuferðina, veist, ammælisferðina, sem er svona drauma ammælisferð. Já. Ég væri til í að vera búin að gifta mig. Já. Hvernig? Ég væri til í að vera, ég veit ekki, bara koma mér í gott form og hamingjursöm og allt það, skilur. Já, ferðast. Já, þakka fyrir. Ég væri til að fyrir Eyðimörk líka. Já. Ég væri til í að sjá... Þú getur farið í Eyðimörk en að þú ferð til Dubai. Já. Ég væri til að sjá fíl með eigin augum. Hefur aldrei fíl með eigin augum? Nei. Og þú sé fíl? Já, pottet. Í dýragarði eða eitthvað. Ég hef aldrei sé fíl. Kannski hef ég ekki. Förum til Bali, en við skulum ekki fara upp á fíl. Nei. En við skulum sjá fíl. Ég langar bara að sjá fíl í bara þeirra elementi, skilur, þegar maður getur líka að fara til Afríku og fara svona safari. Þess að þú keyrir bara og þú sér bara þau í sínu elementi. Ég bara sínu umhverfi. Já, mér langar að sjá, mér langar að sjá fíl með einu augum. Það er eini dýragarðurinn að gæslefa sem ég myndi fara í er svona safari í gegnum wild. Ég myndi ekki fara í dýragarð. Nei, við erum báðar þar. Þannig að ég er að samla en ég er náttúrulega með fíl tattóveran á mig. En ég væri til að sjá hann með eigin augum. Já, ég væri til að sjá dreka. Já. Ég er með dreka tattóð á mig. Sjá, við höfum öll drauma. Það fyrir ferstugt. Og já, ég var líka ógeðslega til að pröfa að keyra kappaksturbíl. Ég er svo bílrædd. Myndirðu vilja drifta á eitthvað? Nei, bara keyra hann. Bara 30 eða eitthvað. Bara það er það gott. Við erum búið til alveg bucketlist sko. Ógeðslega random hlutum. 100%. Það var geðveikt. En ég er aldrei að fara að kafa með háköllum eða eitthvað svona kjaftaði, sko. Ég bara fatt ekki af hverju fólk myndi gera það. Með háköllum? Nei, er það bara hægt? Jú. Í svona búri þá? Ég fæ klífið þetta. Já, hann er bara, nei takk, skilur. Vill bara hluti sem gerir mig ána. Ég skal snorkla með trúðafiskum. Ég er að gera það líka. Ég til það. Gerum það. Ég er til að pröfa að kafa, en ekki djúpt. Ekki. Ok. Ég reyndi að pröfa að kafa. Það var ekki næs. Jó, vorum bara í kviðakasti. Alveg rétt. Fórst þú ekki? Nei, þín ferð á cancelu eða eitthvað. Já, þegar þið fóru þarna út á Magaluf. Já, en þið gerir líka Bali. Ég voru þá að snorkla. Það var snorkl. Já, ok. En það var skeri snorkl. Já. Það var út á miðhafi. Já, það er nú fárlega skeri. Hafið. Já. Bara lífið alone, sko. Ángríns. Við sáum við eitthvað, það fyrir snorkla, ógeðslega gaman. Heldum að vera bara svona alveg uppi borna ströndina, ég var bara lengst út á haf og það var bara það var líka öldur og eitthvað, það var öldur og það var ekki gott veður og vorum að skoða svona mantareis sem eru svona 2 metra stórar skötur. Er það ekki stór hættulegar? Nei, það eru stingrays. Ok. En þess, það var ekki séns að við vorum að fara út í þetta, sko. Nei, Guð bless ykkur, sko. Bara hafa þetta í hug. Elsku mín. Æ, en nei, ég allt svona, þú veist, eitthvað svona sem að fólk myndi kannski setja á bucketlistan. Já. Hoppuflugvél, kafa með hákullum. Nei, sjórinn er bara no fyrir mér, sko. Já, það er bara þannig, sko. En hefur pröfað að surfa? Nei, ég var til að pröfa það. Já, þú myndi vel gera það. Ég elska snjóbretti. Já. Þannig að ég myndi alveg vilja pröfa surfa. Bæði blandað. Nei, surfa er mjög skemmtilegt, sko. Þannig að ég myndi alveg mæla með því að pröfa það. Já, 100% til það. Já, förum bara og gerum þetta allt. Það ekki. Við höfum Guð minn góður, höfum við 15 ár. Já. Sælis. Það er ekkert svo langur tími.
Hvað voru gamla fyrir 15 árum? Við vorum 10. Er það ekki? Hvað er aðstarfræðin okkar? Við varum svo óöryggur að því að það vandrar alltaf að segja eitthvað vitlaust. Ég veit það, að því að við varum að tala bara ekki með mæk, þá hefur við bara sagt bara 10. Já, það er mitt. En ég var 10 ára. Það er langt síðan ég var 10 ára, sko. Þannig við höfum Ok, við höfum nóg tíma. Heyrðu, takk fyrir að halda upp afmælið mitt með mér. Takk sem við leiðis, takk fyrir að bjóða mér. Takk fyrir blöðurnar og takk fyrir kórununa, sokkana. You're welcome. Það er bara part 2 á morgun hjá okkur í afmælisfögnuði. Jeps, það er svolítið svoleiðis. Sé þig á 5. See you 15.